Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. We're going to have a party. Sæl og blessuð og verið velkomin í bíðuna í Mosfellsbæinn. Hér á Malbiksstöðin að Varmá að hefjast leikur, Aftureldingar og IPVF í lengdudeild karla. Við byrjum eins og vannir á liði gestana. Í markinu stendur leikmaður númer 1, Jón Kristinn Elíasson. Númer 2, Sigurður Arnar Magnússon. Númer 3, Felix Örn Friðriksson. Númer 5, Jón Ingason. Númer 7, Guðjón Ernir Hrafnkelsson. Númer 8, Vicente Rafael Valor Martínez. Númer 10, Sverrir Páll Hjaltesteð. Númer 14, Arnar Breki Gunnarsson. Númer 22, Oliver Heiðarsson. Númer 25, fyrirliði liðsins Alex Freyr Hilmarsson. Númer 31, Viggo Valgeirsson. Þjálfari liðsins Hermann Heiðarsson og honum til halds og traust Louis Oliver William Mitchell. Dómari leiksins Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson. Aðstoðardómari 1 Arthur Helgi Gíslason og aðstoðardómari 2 Ronarong Wong Mahat Thai og eftirlitsmaður Frosti Viðar Gunnarsson.
númer 1 Arnar Daði Jóhannesson, númer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson, númer 6 fyrirliði liðsins Aron Elí Sævarsson, númer 7 Aron Jóhannsson, númer 8 Aron Jónsson, númer 9 Andri Freyr Jónasson, númer 16 Bjartur Bjarmi Bakkarsson, númer 21 Elmar Kári Einarsson Sjögits, númer 22 Oliver Björn Jensen, númer 25 Georg Bjarnason og 77 Hrannar Snær Magnússon. Þjálfari liðsins Magnús Már Einarsson og honum til halds og traust Enes Sjögits. Já, komið sæl, við erum komin inn í beina útsendingu hérna frá Malbyggstöðin á Varmá þar sem að Eyjamenn kom í heimsókn og allir til að með taka mútið þeim. Rigningaleikur eftir svo ágæta leiki í EM í dag. 1-1 í báðum, endar 1-1 hér. Nei, það gerir það ekki. Ásgeir Frank, hann mættur í slútt. Nei, þessi endar ekki 1-1 eins og leikirnir í dag á EM. Við minnum að sjálfsögðu... Nei, já, það ekki. Það er allir að segja 3-1, Ásgeir Frank spáir 3-1. Ég bara trúi honum. Já. Ég fullyrði það. Ef við erum kannski að við deildina, stöðu í liðana, þá er það margt búið að breyta síðan, já, bara í byrjun lengjudeildarinnar eftir 2 leikir, þá eru afturlík komin á fljúgandi siglingu og 3 sigrar í röð og eru í 3. sæti. Já, IBF þar finnir henni 4. sæti og... Já, þetta er svona, þetta er mjög skrýtin deild, fyrst og fremst. En hérna, Njarðvík unnu í gær gegn Gróttu, óvænt 3-2 kannski, en það er óvænt einhverju á Njarðvík. Nei, þeir eru ótrúlega, virðist vera. Þeir sitja í toppnum, en Fjölnir spila einnig í kvöld, þannig að það er spennt að sjá hvað gerist þar. Þeir eru að fara upp í Breiðholt og spila mútið IR og það er 1 leikur viðbót. Það er Keflavík Þróttur í Keflavík. Þessi leikir eru báðir klukkan 7:15. Við erum byrjaðir hérna og setjum við tíman í gang. Já, eins og ég sagði áðan, þá er Afturelding komið á skrið eftir svona vægast sagt brösulega byrjun. Þannig að þeir gerðu jafntefli í fyrsta leik en svo fylgdu 2 töp í röð gegn Þór og Keflavík í deildinni. Og fyrsti sigurinn kom ekki fyrir í hvað? Það var væntanlega 4. umferð, ekki? 5. umferð. Já, og jafntefli hann í Grindavík, meldi. Já, og þá komu 3 í röð. Þannig að... Hörðu, langskot hérna, byrjaði þetta krafti. Var þetta ekki Jón Ingarsson? Hann skoraði frá svipuðum staði síðasta leik gegn Gróttu, þannig að... Það er bara að gera að reyna. Hann er óhræddur við að láta vaða, skal ég segja. Þetta er eins og... Þú heldur nú með Chelsea, þetta er... Rudiger, hann átti alltaf 1 skot svona í leik og 1 af hverjum 50 fór í markið. Já, ég man ekki eftir að sé markreynda frá honum, en sum skotin voru hættuleg, sko. Hérna er Aron Elí og byrjunarliðið hjá Aftureldingu er óbreytt frá því síðast. En Eyjamenn gera nú einhverjar breytingar á sínu liði. Og Aron Jóns, Gunnar Bergmann á fínn bolti inn á Elmar Kókitt sem að tekur einhvern veginn svona skringilega við honum, nær ekki alveg að taka hann niður, skoppa frá honum, en heimamenn vinna strax aftur sem er gríðarlega vel gert hjá þeim. Býstu við að Afturelding ætla að halda honum bara mikið innanborðs í dag gegn Eyjamönnum? Já, er ekki alltaf stemt í að halda í boltan? Það er svona þetta Maggie Ball sem að margir tala um, en hérna er ekki dæmt brot og leikurinn fara að halda áfram. Dómari leiksins sá ekkert athugavert þetta. Það er svona
allt í lagi mæting í dag, kannski hægt að kenna veðrunum, en það er alltaf skemmtlegir viðburðir hjá Aftureldingu. Já, frábært að... Hvað er í dag? Í dag er verið að bjóða upp á klippingar í boði Studio 110. Ég held að er það ekki Ægir Líndal og Úlfar Páll Monsi Já. sem eru að mæta að klippa. Þeirra listamannanöfn, hvað heita þau? Það er Líndal Cuts og svo er Monsi með listamannanafnið Monsi. Já, það er enda trillt. Það er trillt. Evrópumeistari í handknattleik, sá meistari. Ægir, þá. Nei, það er hann hérna Úlfar. Hann yfirgaf Aftureldingu og leitaði heim til Vals og náði þar að vinna titil. Óskum honum til hamingju með það. Það er bara klálega. Hérna vinna Eyjamenn boltann. Þetta er kannski, hérna eru þeir hættulegir á breykinu með þetta snögga leikmenn í Ólafur Heiðars og Sverrir Pál. Ólafur Heiðarsson er búinn að vera sjóðandi heitur á þessu tímabili, það sem afið tímabils. Já, 5 mörk kominn sem verður að teljast mjög mikið. Hann hlýtur að vera efstur í deildinni í markaskorun. Ekki það að ég nenni að leita, en hann hlýtur að vera upp þér. Já, ég trú veru. Þau kraftmiklir leikmenn, báðu tveir. Boltinn færður yfir á Arnabreka sem að fer 1-1 á Elmar og Elmar tapar þessari baráttu og hann nær að koma sendingunum fyrir en Aftureldingamenn þeir sparka hann að kotni í annan. Ná ekki að hreinsa nógu vel og Eyjamenn uppskera hot. Mjög vel gert hjá Arnari Breka. Vann manni sinn og kom honum fyrir. Hotspyrna þeir standa hérna 2 yfir honum. Það er Vicente Valor sem er vinstri fótamaður sem tekur hotspyrnuna og þetta er frábær boltinn á deginn en Annað hot. skalla frá, nei þeir halda honum inn á Vicente aftur og það er annað hot. Æ, ég sé framtíðin. Boltinn á teginu hérna og hreinsa hérna heimamenn og Eyjamenn eru mjög ofalega og ná að halda honum. Eitt langur fram. Arnar Daði kemur út og svípar þetta í innkast. Ef við varum komið í stúku þá þetta færi lengst upp í stúku en þetta fór bara yfir hana. Já. Hún verður komin inn á skams. Já, Við vonum það. við gerum það. Boltinn unninn hérna Vicente og hann nær að klafsa hann í burtu en Aftureldingamenn áræðinir og Andri Freyr vinnur aukaspyrnu. Góð ákveðni hann að fara 3 bara umkring hann og rífa honum boltan. Já, mjög góð pressa. Arni Eili með svona ætlar að vippa honum í hlaupi á Hrannar sem er náttúrulega eldfljótur en sendi ekki aðeins og föst. Og þetta er smá ping-pong þessa stundina. Andri að koma djúpt núna. Andri Freyr skoraði í síðasta leik eftir, já hvernig myndur þú lýsa þessu marki? Umdeilt eða bara svona óljóst? Elmar er í einhverju klafsi annar móti Þrótt og kemur, hörðu, talandi Elmar, þá er hann á flegi fyrir, hörðu! Aukaspyrna, Elmar gerir mjög vel og já, dómarinn dæmir aukaspyrnu. Það kemur ekkert óvart að færi gult spjald á loft hérna, er það ekki? Hann er allavega líklegur til einhvers hérna, dómarinn leiksins. Hann ætlar allavega að ræða við hann og Jón Ingason er ekki sáttur. Mér finnst spes ákvörðun, maður skal ekki finna að væla hérna en Elmar er búinn að vinna hann að komin rétt og komin inn í teig og hann er hamraða niður. Elmar gerir gríðarlega vel í að vinna manni sinn og já, mér fannst að vera augljós aukaspyrna en Jón Ingason var ekki sammála því. Og Elmar ætlar að taka þetta sjálfur, Hilmar. Kemur með hann fastan í fjær og boltinn endar inni. Hann hafði auðvitað skoraði beint úr horni fyrir á þessu tímabili. Hvað gerir hann hér? Skotið einhvern veginn niðri og Jón Kristinn í markinu gerir vel. Hann sá hann seint held ég. Boltinn fór hérna alveg á milli lappa veggjarins og
Jón Kristinn í markinu gerir bara mjög vel í að verja þetta. Það var ekki alveg í blá hornið en samt sem aður Fóturinn. já. Hjalti Bjarmi hérna í mikilli baráttu við Felix Örn og Felix vinnur aukaspyrnu. Fínasta löpp á honum Felix. Og fyrirliðinn Alex Freyr. Þeir standa alltaf tveir í vörunum. Já, þeir taka þetta snöggt og boltinn á teginn en fyrir fyrsta varnarmann. Og þá skokkar Felix. Ætlar að taka það langt eða hvað? Nei, tekur það stutt. Og getur komið fyrir gerir það inn á fjær og skalla frá. Sparka frá aftur og skot í fyrsta en já, góð sending út í hotn þá bara óvart og Arnan er að grípa hann að kross. Hann tekur eitt langan hérna í hlaupaleiðinni á Andra Frey. En markmaðurinn er með þetta. Það er mikið aksjón núna. Já, við vorum að ræða marki hjá Andra í síðasta leik. Við vorum á leiknum og vorum í stúkunni og það héldu allir í stúkunni að Elmar hafi skorað. Hann fagnaði þessu náttúrulega eins og hann hafi skorað sem hann væntanlega hélt líka sjálfur. Já, síðan kemur í ljós sko Andri er hérna með mann í sér og boltinn er á línunni. Já, ég held nefnilega að hann sé á línunni sko, þannig að það er kannski ekkert umdeilt hver ámarkið en Andri sá ekkert annað í stöðun en að móka honum yfir. Já. Það hefði ekki verið gaman að láta hann fara eða eitthvað, það hefði nú bara einhver skrautlegt geta gerst sko. Þannig að vinna EM með boltan, gera það vel og Sverrir ætlar að koma með svona vitafótar snuttu. Hann er með þetta hárband, honum líður kannski aðeins eins og Modric. Já, ég var einmitt að hugsa þetta var svona Luka Modric sending. Sem ekki. Andri og Elmar báðu með sín 2 mörk í það sem afur sumars. Já, þeir eru báðir rétt að byrja, það getur sett. Já. Maður er nú að vona það eftir bröðsöga byrjun. Og hér eru Eyjamenn út við horn eins og svo ofta áður í þessu leik. Og svona, já, fín hugmynd þarna en gekk ekki upp þessi þrýtningur hjá þeim og boltinn út fyrir endalínu. Spila frá marki. Aron og Andri fyrir skallabortana sem að fer yfir hann og Eyjamenn geta þá nýtt sér tækifæri hér. Skemmtileg sending inn á teginn en þetta var Gunnar Bergmann sem að varist bara mjög vel þarna gegn Sverri Páli. Eyjamenn fóru auðvitað niður í fyrra og það er oft sem að þegar Eyjamenn fara niður þá er það ekkert oft lengi niðri, finnst manni, í lengjudeildinni. Þeir fara oft bara beint aftur upp. Það er spurning hvað gerist í ár. Já, eins og staðan er núna þá eru þeir í þessu playoff spotti og við höfum fengist að kynnast því að það er erfitt að mæta liðum utan á landi, held ég, það kemur svo svakalegu meðbyr með þeim, sko. Allt bæjarfélagi með þeim í þessu playoffsið. Já, og þú þekkir það kannski úr handboltanum líka, Eyjamenn, þeir eru illviðráðanlegir þegar það kemur í post-season football. Það eru með þetta know-how í the playoffs. Þeir kunna playoffsleikin. Kannski eru þeir bara spenntir fyrir því verkefni. Ja, þeir vilja ekki fara beint upp, veit ég, sko. Þeir ætla ekki að ná þessu fyrsta seti. Georg Bjarna. Aron JP sem er svona skemmtilegt nickname. Nei? Jú. Það er hrikalega flott. Ég er alltaf að reyna að muna þessa skammstöðun en ég gleym Aron Jóhann Pétursson, var það ekki?
Jú, hann Já. heitir það. Já, Ekki Aron Jóhannsson, eins og einhverjir heldur. já. Já, liðin skiptast einhvern veginn á að halda honum núna. Og Eyjamenn reyna svona að fara í langar sendingar á og til og þarna klikkaði það. Bjartur Bjarmi snýr með hann. Og Hrannar Aron ágætlega að spila núna. Georg Bjarna að koma aðeins inn á völlinn núna og fjölga á miðsvæðinu en kemur núna utan á. Elmar leitar inn á völlinn. IBF sjá ekkert í boltan núna. Bjartur skiptur honum yfir. Fýtt bolti, Georg ætlar að taka með sér í skrifið en Arnar Breki hann verst þessu vel. Menn einhvern veginn ekki að bjóða sér nógu vel hérna núna. Jú, það kemur hana Georg. Út á Bjart. Arneli tjeppur hann inn á Andra og aftur fyrir hann yfir hann. En Andri sáttur, hann hætti í læk. Það hefur lítið verið færi á báða bóða einhvern veginn í fyrstu 15 mínúturnar. Já, kortir liðið og svona, já bara ekkert færi komið. Einu skoti á markið var bara þessi aukaspyrna hjá Elmari. Arnar Breki. Arnar aftur en hann er rangstæður. Georg á Ólafur Jensen, frábær fyrsta snerting hérna, tekur hann með sér framhjá Eyjamönnum hérna og þá er það Elmar. Finnur Bjart, hann fær hann yfir. Aron Eli inn í fyrsta og Það er svo þungt tökst hann að maður. Ólafur ætlaði að taka með sér hérna en Frábær sending Já. á Aroni. en þetta var svona sending sem var kannski erfitt að taka með sér hérna. Það þurfti allan mikið gæði í að framkvæma þetta, en gekk ekki. Nú fá Eyjamenn aðeins að klútla með hann. Þeir klúðra boltanum hérna, Elmar fær hann, 1-1, Elmar skæri og skýtur en ágætlega varist þarna en Eyjamenn smá sofandi í vörninu, gáðu boltan frá sér. Hræðileg sending hann beint í lappirnar á Elmari sem að gera vel að tvöfalda á hann. Hann skyndilega komið með hann bara í vænlegri stöðu. Skrítinn skalli þarna frá Gunnari Bergmann sem að gerir Arnari lífið leitt þarna og erfitt fyrir en hann náði bara að leysa þetta ágætlega með að þrusa honum í burtu. Gunnar náði einhvern veginn engum krafti á skallan tilbaka og Eyjamaðurinn var mættur í pressuna. Sýndist þetta að vera
Sverrir. Aron með sendingu sem fyrir hausinn á næsta varnarmanni. Það er mikið í gangi núna. Misjafn sending hérna á EM vinnan hátt á vellinum. Oliver brýtur á sér, brýtur á Oliver Heiðars nafna sínum og það er gult spjald. Ekki orð frá mér. Já, kannski smá annað gult á Bjarma eða hvað fyrir munnsöfnuð. Hann er sennilega að biðja samræmi. Og 2 spjöld á miðmenninu okkar á engum tíma. Skrítið verð ég að segja. Ég sé ekki hvernig þetta verðskulda guldspjald ef að brotið á Elmari fyrr verðskuldaði ekki guldspjald. Já, það er sennilega það sem að Bjartur er að tuða yfir. Ef ég ætti að gíska. Já. Þið eru náttúrulega náið mjög vel saman, þið Bjartur, og hugsið sennilega mjög líkt þá, myndi ég halda. Já, hann er líka ólsari. Já. Ég veit hvernig ólsari hugsa. Og skotið þarna rétt fram hjá, var þetta Jón Ingason? Þetta er engin eðlileg löpp á þessum gæja, sko. Já, hann reyndi þarna hamrónum í markmannshorni, sýndist Arnar bara, ég veit ekki hvort hann hefði náð þessu, þetta hefði bara markið, þetta var svakaleg spilna, sko. Það var líka gríðarlega fast, þannig að við megum ekkert mikið vera að láta þá fá aukaspinnar á þessu stöðum. Nei, mér syns það ekki. Oliver í hlaupaleiðina hjá Aroni. Elmar, nú getur við sótt hratt. Elmar leitar hann á völlinn. Tilbaka á Aron og menn á að koma sér í stöðu. Gunnar pressaður hérna og fær hann yfir, frábælega leyst. Og Georg með hellingsplás, sækir inn á völlinn á vinstri fótinn og gefur hann tilbaka. Bjartur með mann í sér. Aron Eli chippar hann inn fyrir og Jón Ingason skallar tilbaka. Það skallar burt, segi ég. Skrítinn hreinsun hérna og Elmar fer ekki upp í skallan. Arnarbreki fær hann aftur og leita tilbaka, skrítinn ákvörðun kannski, en það gengur upp. Núna pressum við, já, vel gert, við eigum þetta innkast, já, hárrétt. Pínu stress á EM-unum, svona þeir eru með boltan baka til seinustu mínútur þarna. Já, mér finnst heimamenn vera ósamfærandi sendingar og heimamenn er að pressa mjög vel samt sem áður. Og kannski, já, eigamenn að leyfa afturhaldleikamönnum að pressa sig svolítið. En það vantar kannski upp á gæði á síðasta þriðjungi á báðum liðum. En það vondi kemur. Það kemur. Georg. Og eigamenn eiga innkast hérna. Og 22 mínútur liðnar og enn er markalaust. En samt sem að það er bara frekar fjörugur leikur. Já, ekkert allt opinn, en svona mikið klafs og barning og góða baráttu. Bjartur.
þetta var fín hugmynd sem að gekk ekki upp. Hranna og komin hann að hlaupa inn fyrir. Eyjamenn vinnan, fær hann til vinstri þar sem að Arnar Breki nei, hans ekki Felix Örn og Felix með boltan inn á miðju og sem fín og hann að dettu Sverrir Páll, ekki dæmt og Eyjamenn enda með boltan í öftustu línu. Sverrir liggur eftir og dómarinn stoppar leikinn. Ég sá ekki alveg hvað gerist hana. Nei, já, ég held að hann hafi lent einhvern veginn á einhverju allavega, annarkvort leikmann eða bolta. En mér sýnist verið í lagi með hann. Þá Hilmar Ásgeirs stokkinn í klippingu. Hann ákvað að nýta sér einstakt tækifæri og fara í courtside klippingu hjá Monza. Og ætli Ísak Sjetni kom ekki bara að leysa hann af í 20 mínútur eða svo. Sem góðari. Velkomin Ísak. 1-2. Hérna Arnar Breki með mjög mikið pláss til að hlaupa í og setur hann á Jón Ingarsson Felix Örn sem að fyrir varnarmann og Eyjamenn eiga innkast. Bjartur gerir vel, stígur á móti, blokkar skot. Eyjamanna. Eyjamenn hafa svona, það er þessar stöður sem þeir hafa verið að reyna að nýta sér í dag. Þeir komast upp í hornin og geta komið honum fyrir. Bjartur skallar frá og Ólafur Jensen getur hort fram á en tapar hann hana. Eyjamenn komast í hann núna. Frábær sending sem að enda samt í höndunum hjá Arnari einhvern veginn. Hann tekur hann fljótt. Það er alveg kláps þarna. Frábær sending á Hrannar sem er rétt staður held ég. Nei, segir aðstofadómari. Tætt var það. Já, mjög tætt. Ég held að hann var rétt staður. Já. En Rónni á línunni með gott auga fyrir þessu. stundum fá hraðir menn ekki að njóta vafans. Vil ég meina. Því miður. Langur bolti hérna sem að Aron Eli svona dílar við en ekkert frábærlega og hann er ekki sáttur með aðstofadómarann hérna. Vildi meina að það væri toga eitthvað í sig. Skalla frá. Boltinn í fyrsta varnarmann hana og afturhaldingamenn ná honum. Andri með baki í markið en afturhaldingamenn ennþá með hann og hver fekk hann í hausinn hana var það Bjartur. Bjartur Bjarmi stendur eftir. Óöppin hana. Ólafur er alltaf hreinsa honum yfir, eða skipta honum yfir til hægri og Bjartur endar á að fá hann í hausinn. Það var líka föst sending. Réttingsföst. Já. Bjartur Bjarmi einn af fáum mönnunum inn á vellinum sem eru í svörtum skóm. Og vel lágir sokkarnir. Ég held að hann sé í Puma King. Já. Þeir eru ekki verið alla en Bjartur okkar á. Já. Andri kemur djúpt niður til þess að brjóta upp þetta spil. Reynir aðeins að rugla í rýminu í varnarmönnum. Fékkstu ekki klippingu eða?
Móns er ekki mættur. Monsi er ekki mættur. Hilmar Já. komin tilbaka. Ægir er að klippa Magnús Sepp. Stendur sér hrikalega vel sem. En þú lítur að eiga einhverja skýrslu hvernig það var hérna Já, herri, ég er með skýrslu niður í fyrir tjaldi. ykkur. Þetta leit allt hrikalega vel út niður í tjaldi en ég fekk að vita því að það væri hiti á YouTube þar sem að það er einhverju dropar á myndarinni. En ég átti að koma því til skila að það er Hitt á YouTube. já, það er aðeins verið að skamma okkur. En það, Já, það er ekkit okkur að kenna, svont. nei, ég veit það, við líka náum ekki, hún er það ofalega Já, að það er eiginlega ekki hægt að þrífa hana, skils mér. já. Því miður. Eh, En þetta sést ágætlega, við byggjumst velverningar á þessu. Er þetta ekki allt í lagi, Ísak? Er þetta ekki bara gamla dæmið að loka augunum þá heyrir betur? Það var bara fínt að heyra betur í okkur. Já, við skulum lýsa þessu mjög ítalega, allavega. Já. Svona eins og útvarslýsingarnar fyrir fótboltaleiki í den. Lýsa hverju einasta smáatriði. Hér er Elmar með boltan, út á hægri vængnum. Ennþá með hann kannski, já, held að það væri svolítið mikið en við höldum honum. Andri í fínni stöðu núna, getur skotið, gerir það en ágætlega varist. Náði hann að komast allavega þar sem hann var einn varnarmaður fyrir framan hann og hann gat allavega reynda að koma boltanum fyrir sig. Ólöf dettur hérna óöppinn en mjög góð vörð tilbaka, við hlupið tilbaka hjá Georgi Bjarna. Leifur, varstu búinn að sjá hver var að labba inn í stúdíóið hérna hjá okkur? Já, Bestur í bestu, eins og hann er kallaður. maður í bak, Georg, vel gert. Jason Daði ekki Sanders. nóg með þó að Ásgeir Frank var hérna áðan, þá er Jason Daði, hann er mættur. Herðu, þetta er ljót tækling hjá Jóni Ingarsinni sem að er heppinn að fá einungis guldspjald, verð ég að segja. Þetta leit alveg Því að hann átti auðvitað brotið áðan út við kant þegar hann braut á Elmari við fínt tækifæri og núna, já, þetta var ljótt brot. Ég vona bara að það sé í lagi með hana. Jú, hann er að standa. Maður verður nú bara til að sjá þetta aftur. Ekki vera að kalla eftir þetta sem vil líka koma til að verða ennþá reyðar. Já, þetta sést ekki, kannski. Nei, þetta sést alveg. En það er í lagi með hann. Hvernig heldur að sé að vera svona kantmaður sem er tæklaður alveg í gríðuverk? Bara þreytandi, sko. Getum við ekki bara spurt, já segi, hvernig er þetta? Illa næs. Þetta er hrikalega skemmtilegt. Vita að ég get ekki stoppað, segir hann. Elmar á skallinn, þarna fleitur afturinn á teginn. Ágætlega að spila kottum með hann fyrir núna, já, en ekki nógu góð fyrirgjöf, endar í markspinnu. Já, rúmlega 30 mínútur búnar og ennþá 0-0. Þannig að við bíðum ennþá eftir fyrsta markinu. Georg. Aron Jó snýr tilbaka bara. Aron Jóns segi ég, sorry. Best að segja bara Aron. Já, það eru 3. Hann bróðin var að leiðrétta það líka. Hann heitir Aron Jóhann Pálsson. Já, Aron, byrju hvað það segja? Elma með utanhlaupið, Finnur Georg. þetta var fín staða en Eyjamenn halda áfram að verjast bara mjög vel. Sérstaklega á síðasta þriðjungi, eða sínum eigin. Já, alltaf þegar við erum að skapa okkur svona einhverja stöður þá virðist
sem þeir ná að loka á mjög fljótt, sko. Fyrsti varnarmaður nær einhvern veginn alltaf að díla við þetta. Já. Heimir Heiðars. Það er æg og vinnu sem er þar. Já. Hvað finnst þér að Oliver sem er að fá boltan hérna? Sér svona sekund á skón? Herru, ég, fyndi að þú skildir nefna þetta. Ég fekk að heyra ástæðuna í síðustu viku. Og hver er hún? Uppáhaldsskórinn hans er annar hvor af þeim. Ég veit ekki hvort það sé hvít og græni. Eða hvít og græni, það er uppáhaldsskórinn hans. Og hinn eyðilegðist, hægri skórinn. Þannig að þar hafið þið það. Ja, betur. Er ekki hægt að kaupa þetta lengur? Það er örugglega þvílíkt vesen. Já. Þegar skór svona fara að hætta í sölu, þú þekkir það alveg, þú ert mikill skósafnari. Þú Já. vilt kaupa uppáhaldsskóinn, þá er hann bara löngu hættur í sölu og orðinn bara rándýr á Amazon. Þannig að þar hafið þið það. Fínn bolti á Hrannar sem að tekur hann laglega með sér og er í fyrirgjafafæri, snýr aftur, snýr frábærlega og Glæsilega gert hjá Hrannar þarna. aftur er það fyrsti maður sem að verst vel. Aftur boltinn á teginn og skalla upp í loft og þá verður markmaðurinn að koma út. Já, hann gerir það. Hættileg sending. Já, laus svolítið. En þetta reddast, en afturhaldingarmenn ná að halda honum. Bjartur Bjarmi gerir vel þegar maður er að koma hann á flegiferð í átt að honum. En sendingin, Hittir ekki. já. Guðjón setur hann fram. Ekkert úr þessu. Ég verði eiginlega að fá mark núna fyrir hálfleikinn. Ég kalla eftir því. Þá verður seinni hálfleikurinn opnar og skemmtilegri. Það er Já, lítið færi í þessum fyrir hálfleik. Hér, akkurat núna allavega. 10 mínútur eftir fyrir hálfleik og það kemur mark. Hérna getur Árni Elí lagt á stað með hann. Árni Elí kannski ekki komist í mikið að uppáhaldsstöðunum sínum á vellinum í dag. Mikill sóknarbakvörður. Hann hefur kannski verið aðeins neðar heldur en Georg. Hérna er Elmar, sendur hann á Georg, hann nær hann fyrst eitthvað, já, renni tæklar hann inn í og hrinsa frá hjá Guðjóni. Hægri bakvörður númer 7. Utter woke nonsense, myndi einhver segja. Og hvað er dómarinn að flauta, ég veit það ekki, en leikurinn er halda áfram með þetta og hérna er frábært hlaup og Oliver Heiðarsson er sloppinn einn í gegn. Oliver Heiðarsson 1-1 og getur svetta, hann gerir það og það er 1-0. Arnar Breki var galopinn eftir að Eyjamenn vinna hann mjög ofalega á vellinum. Þeir voru 2 á markmanninn og Oliver óeigingjarn þarna og gerir bara eina rétt í stöðunni. 1-0. Hilmar. Arnar Breki Gunnarsson. Já, ég verð að viðurkenna að þegar ég var að kalla eftir marki þá var ég að meina hinum einn á vellinum en þetta er bara þetta er ekkert ósanngjarnt svo sem, það er ekkert búið að þetta er búið að loka fyrir hálfleikur og Eyjamenn gera þetta virkilega vel. Frábær sendingin fyrir Oliver snöggur þannig, keyrir vinnur Aron, sýndist mér hérna á sprettinum og gerir vel með að koma honum á Arnar Breka sem gæti ekki gert annað en að skora. Smá klaufastimpill yfir sig einhvern veginn eftir allt í lagi, eða bara fína spilamennsku
það sem af er leik. Hérna er boltinn inn fyrir á Hrannar sem að nær þessum eða hvað. Já og nei. Og brýtur síðan á sér. Aukaspyrnan dæmd. Áhugaverð aukaspyrna. Já, en þetta bjargast hjá Arnari. Frábær tækling hjá Georgi Bjarna. Hann vill eiga hann. Nei, segir dómarinn. Eyjamenn svakalega kraftmiklir í þessum leik. Kraftur í þeim. Já, snöggir að taka innkastið og þeir voru kannski hálfsofandi. Það var svo snöggt tekið á Georgi. Hrannar rangstæður, já, þetta er rétt. Og hann lætur makkeri sinn vita. Ef að heimamenn ná að jafna þetta fyrir hálfleik, það mun breyta öllu fyrir Magga komandi inn í hálfleikinn, held ég. Já, markir er mikið. Þetta er búið að vera einhvern veginn mjög jafnt, afturlíking miklu meira með boltan, en heimamenn kannski fengið bara mjög mikið á góðum stöðum líka. Bjartur snýr með hann og með mann í bakinu, gerir ágætlega. Tapar hann samt hér, Ólafur Heiðarsson. Hann flautar á brot áður en að boltinn er unninn. Hagnaði kannski vel beitt þarna. Andri einhverjum að fast alltaf í baki á Andra þegar hann kemur djúpt. Sigur Arnar fylgir honum eins og skugginn. Hrannar vinnur vel tilbaka þarna. Já, markspyrna, hann var ekki alveg viss dómarinn á það. Arnar breytir aðeins Hann ætlar að fá að hamra þessu fram síðan. Já, hann vil vera vinstra megin. Hérna er Eyjamenn konur í góða stöðu, boltinn á teiginn og Georg gerir bara mjög vel í að koma sér frá. Smá bras núna á heimamönnum skotið og Arnar gerir vel hérna og grípur hann. Gunnar Bergmann, Ólafur Jensen kominn langt út í hægra megin. Elmar. Svolítið hægt núna einhvern veginn. Ólafur Búinn að vera að stúdera brotið á honum. Gareth Southgate ból. Já, það minnir svolítið á England eftir að þeir skoruðu. Aron chippar honum. Aron Eli kemur honum fyrir en skalla frá, snemma aftur. Og það er skallatennis núna.
2,5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Ég er ekki viss hann bæti miklu við. Max 1 mínútu kannski. Hrannar gerir vel og kemur boltanum inn á teiginn en aftur náður að vera á réttu stað. Varnarmenn IBVF. Það er segull á skónu þeirra. Georg. Þeir eru svona að þreifa fyrir sér núna. Langar rosalega að skora þetta jöfnunarmark. Það er þolinmæðis vinna að reyna að brjóta þetta þétta IBVF-lið. Já. Þeir eru að búið að gangi illa að hinga til. Þetta er vel skipulagt og góð vörn sem við erum að spila. Boltinn á teiginn og Jón, ná ekki að hreinsa og boltinn hrekkur fyrir Jón Kristinn í markinu. hann var ekki langt frá að stýra boltanum inn, þannig að Jón Ingarsson. Það hefði verið fallegt á hann. Virkilega. Já, hann skoraði náttúrulega með þrumufleyg á móti Gróttu í seinasta leik, sko. Þrumufleyg, sko. Alltaf fram á við Andri kassar hann niður. En hérna er smá Hann vesen, misreiknar boltann 1 á 1. þarna. Hann nær að taka hann fyrir sig en þeir vilja meina að þetta sé óbein aukaspyrna Eyjamenn en dómarinn er ósammála. Ég held að hann hafi ekki verið að reyna að senda hann með vinstri. Hann kann það ekki. Nei. Aftur er brotið á Elmari. Bjartur. Upp kantinn, góð sending. Tvöfald á... Já, það kom að hjálpa. Hjálpinn skilaði sér hérna. Og þá eru 45 mínútur komin á klukkuna, 2 mínútur. Já. Þeir eru komin svakalega djúpt hann. Tíma, minnsta. Við hljótum að vilja nýta þessar 2 mínútur í að búa til eitt gott færi. Georg reynir að leika hérna á Arnar Breka sem er búinn að vera að hjálpa virkilega vel í vörninni. Felix hlýtur að elska að eiga svona kantmann sem að nennir að hjálpa sér. Ekki farinn. Vel unnið þarna en bolti hrekkur til Eyjamanna. Felix hreinsar hann. 1 mínúta búinn af þessum 2 og ekki brot, segir dómari leiksins, innkast IBVF og þeir eru ekkert að flýta sér þá. Þá ættu við nú bara að ná að éta klukkuna og koma þessu í 1-0 í hálfleik. Nema að Bjartur Bjarmi vinna hann hérna og gera eitthvað stórkostlegt. Nei, hann gefur hann frá sér skotið og beint á Arnar sem að gerir vel samt í að grípa hann. Kemur hann fljótt í leik. Aron og Elmar. Aggressífi núna Eyjamenn. Já, brot. Elmar að flýta sér. Skiptur hann yfir. En gengur ekki. Já, dómarinn vill fá að taka þetta á réttum stað. Hann hlaut að vera, það var eitthvað skrítið við Já, hvað allir voru slagir yfir þessu. það er bara þetta fasta leikadrið og svo hann flauta bara til hálfleiks núna. Komum að vera með spori.
Já, sé ykkur þá. Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. Well, look for the stork run. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk. Pulling up in a Chrysler to the cipher with the fake spurts and a Bud Light jerk. Lyrical technician, an electrician. Y'all like work. And I don't gotta play pretend that you a make-believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was to ever take a leave, it would be as room to break your feet. If I was to ask for making leave, Stallion if she would collab with me. Would I really have a shot at her feet? I don't know, but I'm glad to be back like Now back in the days of opium, right around the time I became a doping, ate some cocaine as a way of coping. Take the movie, gets gates of Oki, turned me into Sonic Days emoji. Was it may not be age appropriate, but I will hit a 8-year-old in these states with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about just turning into some Girl Scouts and censorship girls out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running, nothing speeding, that's why I'm ahead like my noggin. And come to fight y'all today when you
illt í hjartanu þegar ég horf á hana labba burt frá mér. Ef þú áttir eitt augnablik myndirðu eiga því mig. Ef þetta sinn seinasta sinn, vil ekki eiga það í mig. Ég vil ekki baka og hugsa tilbaka orðin sem ég sagði aldrei. Ef þetta sinn seinasta sinn, vil ekki eiga það í mig. Ef þú áttir eitt augnablik myndirðu eiga því mig. Ef þetta sinn seinasta sinn, vil ekki eiga
er komið að seinni hálfleik hjá okkur. Mér sýnist liðin vera óbreytt. Sjetni er komin hérna. Yes, sir. Er það rétt hjá mér? Eru liðin einhverja breytingar í hálfleik? Mér sýnist ekki á heimaliðinu. Í skjótu bragði þá er engin breyting á heima og engin breyting á vara, finnst mér. Já, eins og við fórum inn í hálfleikinn, þá er 1-0. Við byrjum hann seinni fyrir gestunum. Og heimamenn byrja með boltan. Og Andri Freyr er að starta okkur hérna í Mosó. Hörkuslagur milli 3. og 4. sætis og mikilvægur leikur upp á það ef að fólk ætlar að blanda sér í allan í 1. sætis baráttuna. Þetta er kannski ekki heimsendur upp á playoffs baráttu. Nú eftir. Alltaf gaman í playoffs. Já, við þekkjum það alveg. Já. Úr fótboltanum í fyrra og handboltanum síðan bara 90s, 80s. IPVF gerði skiptingu út Jó, af leikmaður IPVF Jón Ingason gerði breytingu. Nökkvi Már Nökkvason. Nökkvi Már kom inn á fyrir Jón Ingason. Já. Möguleg meiðslaferð. Já, Jón hann var náttúrulega á þessu appelsínugula spjaldi. Já, líka það spilar. Mögulega getur það spilað eitthvað inn í, en við veitum ekki hvað Hemmi Hreiðars er að hugsa. Hvað Hemmi er að kokka. Hann átti þetta þessa glæfralegu tæklingu hérna út við hliðalínu seint í fyrri hálfleik eða miðbik fyrri hálfleiks. Tók Elma Kukic niður og kannski hefur bara Hemmi hugsað að hann þori ekki að taka sensinn og lenda Mari færi. Tók Elma niður í tvígang. Já. Slappið gula spjaldið í fyrsta. En það er spurning hvort að þetta mun riðla einhverju til í vörn Eyjamanna sem að hefur verið bara afskaplega góð í dag. Og Aftureldingurinn ekkert fengið neitt dauðafæri. Nei, ekkert dauðafæri þannig séð. Hvað heldur að Maggi hafi sagt inn í klefa í hálfleik með sína menn? Maggi, hann kveikti örugglega eitthvað undir, kom með eitthvað svakalega ræðu. Já. Leiði NS örugglega að taka 2-3 línur á það líka. Já, þá er voðum vís. Eyjamenn fá fyrsta horn seinni hálfleiks. Já, aftur taka er þetta standa 2 yfir boltanum sem að mér finnst alltaf jafn áhugavert. Allavega í hotspinnum, þú ert bara manni færri. Já, okay. Arnar missir hann og það eru 2-0. Þetta er ofskaplega. Það er Nökkvi Már Nökkvason, nýkominn inn á eflaust fyrsta snertingarleik í leiknum. 2 í rauninni klaufaleg mörk sem að heimamenn er að fá sig fyrst missa heimamenn boltan í vörninni í fyrri hálfleik þar sem að Ólafur Heiðars sleppur einn í gegn og nú missum við boltan inn í miðjum teignum og það dettur fyrir Eyjamenn og staðan er 2-0. Þetta er einungis 3 mínútur seinni hálfleik. Maggi sendir allan bekkinn út að hitta. Eitthvað þarf að breyta. Þetta er kannski ekki það sem að Maggi hugsaði sér þegar liðið hans skokkaði út í seinni hálfleik. Nei, alls ekki. Eitthvað sem Hermann eflaust vonaðist eftir, Hermann Hreiðars. IPVF bara búinn að vera drullu segir og nýta sér þessar sénsar sem þeir eru búinn að fá, klinikal og mjög góður í föstu leikadröfum. Já, mega eiga það. Og ég sem að var að gagnrýna þetta múfa að standa 2 yfir boltanum, það verið svínvirka til að taka menn út af laginu. Já, menn voru að mistelja inn í teignum. Arnar óheppinn, gríp ekki boltan. Já, mjög opinn. Regnið eflaust að spila inn í. Já. Það er mjög blautt, búið að rigna í dag og í gær líka.
Aron og Hranna með smá pláss sem að getur hlupið í en þá er þetta í hótnu, nei, Inga sem að heimamenn eiga fór á Guðjóni hana. Heimamenn verður bara að svara snemma. spurning hvað stóra síðið gerir núna. Aron Eli. Var hann að kasta stutt eða langt? Já, Andri battar niður og heimamenn haldur hann bara. Frábær sending hjá Georgi, brýtur þarna eina línu eða svo. Aron heldur hann bara á Georgi með krossinn snemma. Og fín hugmynd hjá Oliver sem að gengur ekki. Oliver Heiðars lítið svakalega vel út í dag. Já, hefur átt mjög góða byrjun. 5 mörk í fyrstu 6 leikjum lengjudeildarinnar hjá honum. Já, og áttu þetta stóðsendingun á hann. Já. Mjög óeigingjarn, hefði mögulega auðvitað geta skorað sjálfur og gert það 6 þá í 6 eða 6 í 7. 6 í 7. En kaus að gefa hann til hliðar. Hann á nóinni. Elmar leikunum hérna vel á milli sín og Aron en nær ekki að halda honum. Eyjamenn eru svo svakalega fljótir á alla bolta. Þeir eru einhvern veginn sama hvaða leikmaður er en hérna missaði boltan. Fínst á Elmar með skotið og þetta var bara rútínu varsla þarna hjá Jóni. Hann hefur séð á betri á Elmar þarna. Já. En fínt að fá einhver skot á markið, það þarf að testa hana markmann. Það er rétt. Þeir skora sem þóra, eins og það er sagt. Við höfum einhvern veginn lítið séð af skotum á markið í dag hjá heimamönnum. Þetta var bakhrinding hjá Gunnari hárrétt, smá klaufalegt, hann hefði alveg getað éta hann í loftinu held ég. Já. Þetta tekið Sverri Pál á. Vincent Valur stillir upp fyrir aukaspyrnu. Sending á fjær að nær. Eflaust á fjær. Já, en þessi rennur út í sandin hjá Vicente. Svakalega góð holning á honum, hann er að rokka The Man Bun sem að já, ég verði að setja bara virðingu á það á þessum tímum. Já, full skeggjaði líka. Þetta er Eyjamanna lúkið. Já, þetta er gott lúk. Eflaust að gera gott mót í Eyjum hjá kvenþjóðinni. Léleg sending hjá Oliver. Klaufaleg sending tilbaka, 1 og 1 og hann rennur hún til hliðar og vá, þetta var Þvílík tækling hjá Gunnari. nauðsynleg tækling hjá Gunnari Bergmann. Sæll. Við heldum allir að Sverrir Páll væri bara að fara að renna honum einfallega í fjærhornið og koma Eyjamönnum í 3-0 en þá á Gunnar hennan svakalega sprett tilbaka og fórna sig fyrir liðið. Liggur hér eftir. Sárþjáður. Nei. Já, hann allavega, hann fékk náttúrulega löppina á Sverri Páli að fullum þunga á sig. Ætlaði að hamra í boltan. En hann er staðinn upp og hann ætlaði að gera úr stáli þessi drengur. Og eftir eru þessar hotspinnur á vald af handræðum og heppnir að boltinn, já, farin út af í sendingunni. En áhyggjuefni að Eyjamenn ná einhvern veginn skalla á marki nánast bara í hvert skipti sem þeir fá hotn eða fast leikadri. Þeir held ekki þurfa að verjast betur. Já, það er orka í þeim, við sjáum það. Þeir held ekki með enn eitt útsparkið. Arnar er ekkert að drífa þessar, flýta sér. Hörru, hann er búinn í klippingu, þetta tók ekki langa tíma.
Faglega gert, já. En fallegar er hann. Er það önnur skýrsla? Skýrslan í búið Hilmars Ásgeirs. Já, fyrsta sem ég ætla að segja er ekki gefa Monsa kredit fyrir þetta og það var Ægir Líndal sem klippti mig. Síðan ætlaði ég að koma með smá skýrslu, örskýrslu. Andinn er fínn úti. Það hefur verið léttur á auðmönnum, Já, en það er sennilega bara út að... er ekki bara stöðun að kenna? Jú. En ég finn samt sko... Það er einhver... Þetta gæti farið að snúast við. Það er ennþá von í Það klipparatjaldinu. það er alveg lúmskur andi niðri sko. Fólk er svona kall inn á og ég sé þetta alveg snúast við. Þannig er eitthvað smuna. Þannig að ekki slökkva. Ekki örvænta. Og hér er Aron Jóns. Og Bjartur, það er spurning hvenær er við sending á Aron Jóns sem að heldur þessu samt inn á. Það sem ég ætla að segja var spurning hvenær Maggi gerir fyrstu breytingunum sína. Ég ætla að spá því að Arnór Gauti komi fyrstur inn á. Hann hefur verið að koma inn á í síðustu leikjum eftir erfið meiðsli og aðgerðir í vetur. En hérna er fín sending á Hrannar sem er fljótar en engin. En þeir ná að díla við þetta Eyjamenn og mér sýnist Guðjón liggja eftir. Fín hugmynd og það má endilega reyna meira þessu, hlaupa inn fyrir og reyna svolítið að bara testa þessa Eyjavörn aðeins. Já, það væri gott að það er hrikalega sterkt að vera með Hrannar þarna. Hann er öskufljótur og gott að geta ef við náum að ógna hans þannig með hlaupum inn fyrir sko. Það er merkilegt finnst mér meðan við þegar ég satt á núti. Mér finnst að Eyjamennir þeir eru alltaf öðruvísi í þessu seinni hálfleik þrátt fyrir að vera eitt og lifir. Mér finnst þeir bara aggressívar ef eitthvað er sko. Þeir eru að koma hærra á völlinu og einhvern veginn meira sjálfsög stíðum. Já, það er svona eins og þeir séu bara peppari við að komast yfir og við að skora í staðinn fyrir að droppa eitthvað niður þá bara... Já, það voru mjög skipulega í byrjunleiks en það er eins og... Það valdeflastir. Já, þeir vilast að valdeflst. Ekki fórherst. Það var að annað innkasti á heimamönnum og Hrannar býður sig en Árni Elí vill henda á einhvern annan. Nei. Endor að gefa á Hrannar. Krefjandi bolti á Gunnar Bergmann sem að svona vippar honum á Georg. Þetta er vel spilað, komast inn í þetta. Og hann dæmi brot. Georg virðist hafa meitt sig. Þetta virðist vera vont. Jú, hver er kallaður inn? Enginn annar en Arnór Gauti er að fara úr uppbytunarteyminu og úr galanum, sýnist okkur hérna sem að við stöndum í fjölmiðlagamnum. The commentator's box. Já, eins og ég öllu kalla það. heldur. The commentator's box. Og skiptingin kemur eftir einhvern klukkutíma eða svo. Það er að segja sem liðin er á leiknum, ekki eftir klukkutíma núna. Og það er einhver að taka armbeigur líka í varmaskíli afturlíkar sem er mjög áhugavert. Er þetta ekki bara Gunnar Ingi Garðarsson, styrktarþjálfari liðsins sem að... Nei, þetta er einhver boltasækjari. Boltinn á veginn! Vá! Það var opið mark fyrir Sverri Pál og hann
einhvern veginn næri ekki að teygja sig almennilega í hann. Frábær sendingin á hættusvæðina og Sverrir óöppinn að það er eiginlega ótrúlegt að hann hafi ekki náð að stýra þess inn. Hann þurfti bara nokkuð skónúmer í viðbót. Vel spilað núna hjá heimamönnum og Boltinn út af. það eru góður á dýr núna af því að Já, allur andi er með eigamönnum. já, og ef Afturelding ætlar að fá eitthvað út úr þessum leik, eins og til dæmis þó það sé ekki meira en jafntefli, þá þurfa þær að fara að gera eitthvað fljótt. Já. Og Maggi er ekki kannski vanur að breyta snemma í leikjum en hann ætlar að breyta núna eftir 60 mín. Ef eitthvað er seinustu mínútu, þá eru eigamenn mun líklegri til að bæta við öðru marki en Afturelding að minnka munin, sko. Ég er sammála því. Og þeir eigamenn sem heima sitja væntanlega kampakátt með það. Aron Jó, JP með fína snúning. Elmar á Aron JP. Eigamenn setja fína pressu og Arnar þarf bara að lúðra þessu fram. Fín pressu á Elmari en leysa þetta vel eins og þeir eru búin að gera bara í allan dag eigamenn. Elmar. Vel spilað, þrýtningu skotið og Nei! Ég sá þennan inni. Vá. Gott skot. Þessi fór í hliðanettið en það var erfitt að sjá hérna í rauðanettinu hvort hann væri farin inn eða ekki. Svo liggja boltarna fyrir aftamarkið og ég sá einhvern veginn bara endalaust á boltum inn í netinu. Þetta myndi á þjóðverðarleikin í gær þegar Musiala Havertz sett hann í hliðanettið og öll þýska stúkan hélt að hann væri búinn að skora. Hvað? Dómarinn, Hvað er hann að gera? Spjalda mann á hann? hann heldur hér einhverja tölu. En gott skot, góð ógn. Það er gott að sjá, þetta kom upp úr nánast ekki neinu, þannig að það er allt mögulegt hérna, við vitum það. Við hefum alveg verið til í eitthvað svona. Sverrir Páll vinnur þennan bolta en óminn kannski að Gunnar hafi verið á réttum stað og þeir eru bara Aron reynir kloppan hana. frábær sending og Oliver Heiðarsson inn á tegin og aðeins og fastur á fjær og Fer í hotfánan og innkast. Nei, markspyrna. Já, hann hefur farið aftur fyrir það. Oliver Heiðarsson og Sverrir Páll búin að vera hreint út sagt frábærir í dag. Já. Og Arnar Breki líka í framlínunni. Já, hann er búinn að vera að skila líka mjög góður í varnaðinn Já. á Arnar og svo náttúrulega skoraði hann þetta mark eftir góðan undirbúning hjá Oliver. Má ekki vanmeta hvaða vinnu hann gerir til að hjálpa með Elmar Kokic. Hérna er Guðjón Ernir kominn á flegiferð. Ætla hann komið með hann fyrir, já hann gerir það og finnur bara Ólafur Jensen í fætur sem að sparkar honum í burtu og þá kemur skiptingin. Ætla hann taki Andra út af eða ætla hann haldi tveimur strækjurum inn á, það er spurningin. Og það er Aron JP sem að fer út af. Hann heldur tveimur strækjurum inn á. Ég held að það sé fínt að riðla kannski aðeins í kerfinu. Bara tveir up top and personal. Já, það þarf að breyta einhverju og ætlum við séum þá bara að fara að sjá 4-4-2 með Oliver og... Það verður spennandi að sjá hvað þeir gera, hvort að annar er að færa á vinstri annarkot kantinn eða hvort að þeir fari bara tveir upp á tótt. Oliver kastar í linni. Hörðu. Aftur náðu þeir skalla á markið úr þessum föstur leikadrifum sínum. Elmar. Þeir eru komnir alltaf svo nálægt brotið á Elmari eina ferðina en þeir eru alltaf, þegar þú ert að taka á móti boltanum þá eru alltaf mættir í bakið á þér.
Hann virðist að hafa fengið, Högg á hend. já, takk hann í puttan eða eitthvað svoleiðis. Boltinn kominn í leik. Og markmaðurinn mætir út hérna. Og já, nær honum hann Jón Kristinn. Frábælega spila í Eyjamenn núna. Svolítið lengi kannski hérna. En vinna hann strax aftur. Og Hættulegu bolti, Já. Arnar kemur út. vá! Rangstæður. Ég held samt að Aron Elí hafi verið að spila hann réttaðan en sá snöggur maður. Ólafur Heiðarsson. Ólafur Jensen. Arnar Gauti nær að taka mótunum og aðeins og föst skipting hérna. Byrst afsökunar. Hann aðeins teipaður hérna á hægri hnénu með einhverja hnélíf held ég. Við sáum hann vera aðeins að rokka lágu sokkana núna, nei í fyrra, hann er ekki með þá núna. Ég held að sé hnélífin. Já, það gæti verið málið. Eða hann hafi fattað að lágu sokkar er ekki... Töff lengur. Já. Já. Annarkvort eða. Eyjamenn. Margir Eyjamenn á teiknum. Já, þeir fá að chippa honum inn á teginn og vinna skallabolta. En þetta endar í höndunum á Arnari sem hann lítur upp og hann var rosalega fljótur að koma honum í leik í fyrra áleik en býður aðeins núna sem er kannski bara fínt. Bjartur Bjarmi lítur fram á við og kemur skiptinguna hérna yfir til vinstri, Frábær frábær bolti bolti. og legði á stað núna Hrannar. Það er tvöfald á hann, Hrannar fer á millera og með skotið og þetta er aðeins yfir. ÍR úr Reykjavík komnir yfir á móti Fjölni Ég er úr Reykjavík, já. Á móti Fjölnismönnum. í Breiðholti. Það er helst í fréttum. Nokkuð óvænt myndi ég að segja. Já, alveg klálega. Fjölni er búin að spila feiki vel byrjun tímabils. Hvernig lítur þá deildin út ef að leikinni fara eins og staðan er núna? Já, þá er hérna Njarðvík og Fjölnir. Skiptum við bara sæti hérna sem erum að spila. Það er eina sem gerist. Já, 19, 18, 13, 11, efstu 4. Keflavík fylgir þar á eftir með 10. En þeir eru nú ennþá að spila á móti Þrótt, Já. 15 mínútur liðnar. Hrannar. Já, Hrannar vinnur vel hérna og langar meira en gerir vel hann Guðjón Ernir og Herri lappar fram hjá Aron Elí. Ólafur Heiðarsson fyrir utan á og langar bara að klára þetta sjálfur en þröngu vingill hana og þá er skipting hjá gestunum. Arnar Gauti vilist eitthvað vera að kvenka sér hana. Já, það er ekki gott að heyra eftir örfá mínútur. Arnar Breki fyrir út af sem að hefur átt stórfínan leik, skoraði þetta opnunarmarkið. Og innan kemur leikmaður nr. 24, Hermann Þór Ragnarsson. Og Hermann Þór Ragnarsson kemur inn á. Arnar Breki getur verið mjög sáttur með sína spilamönsku. Já, hann er sennilega bara orðinn þreyttur með við vinnsluna sem hann er búinn Já. að vera með hérna allan leikinn. Unnið eins og ég veit ekki hvað. Aron Elí með einn inn fyrir og Gauti ætlar flikkunum áfram á Hrannar en hérna senda þetta tilbaka og koma hann fram aftur. Jón Kristinn gerir vel. Já, það er bara að leysa þetta hrikalega vel og vinna í hérna innkastið. Alex Freyr tilbaka. Og
Ég tap honum hérna í öftustu línu en svona smá heppnir hvernig hann skoppaði fyrir á. Elma týndi boltanum hana eftir góða tæklingu. Já. Boltinn fór bara upp í loft. Gunnar Bergmann væntanlega tilbaka, já. Arnar í fyrsta. Gauti reynir að kassa niður. Gengur illa og Aron Elí Gerir vel. Hrannar, skallar. Já, þetta er vel leyst og hérna getur Arnór Gauti fer á ferðina. Þeir hlaupa margir tilbaka, Eyjamenn. Arnór Gauti inn á völlinn og skjóttu hérna. Já, skýtur í nærstöngina og Jón Kristinn í markinu þarf að verja þetta út í horn. Skemmtileg tilraun hana, velgerð hvernig hann nær honum í nærhornið úr þessum vinkli. Þetta er vel varið hjá Jón Kristinn. Þá virðist vera önnur breyting á leiðinni og hún virðist vera tvöföld hjá heimamönnum. En fyrst er þessi hornspyrna. Já, mjög vel gert hjá Arnóri Gauta og vel útfært flikk, ég elska að sjá það. Vel útfært flikk innfyrir. Boltinn inn á teginn. Kilt í burtu. Já, Elmar vinnur innkastið. Höldum þessari pressu áfram. Arnór Gauti. Og þetta eiga heimamenn aftur. Og Arnór Gauti ætlar að taka þetta langt. Hann hafði þetta í vopnabúrinu eins og svo margt annað. Þetta er handboltagrunnurinn. Boltinn inn á teginn og næra kastunum ágætlega langt þarna og Ólafur Jensen með vinstri. Hann auðvitað skoraði svakalega fallegt mark gegn Leikni utan á teg. Í síðasta leik. Já, ótrúlega skottækning. Já, þar síðasta leik, jafnvel. Já, hann ekki. Þar síðasta leik. Hann einhvern veginn var að bakka og nær samt frábæri skot á marki. Þetta var hvet alla til þess að kíkja á það mark. Það er hægt að finna á X-inu og afturöldi knattspyrna. Það er ótrúlega fallegt mark. Já, fín sending og Arnór Gauti undan í hann og brotið á honum. Það hlýtur að vera gult spjald þá. Ef dómarinn er samkvæmur sjálfum sér. Virkilega augljóst brot þarna. Eyjamenn samt ósóttir. Ætli hann hafi náð eitthvað í boltan þarna. Það er spurning. Mér fannst þetta að vera framar en það er bara ég. Við erum farin að sjá ofsjónir. Það er þreföld skipting í vændum, afsakið. Aron Elí kemur út af, Hrannar kemur út af og Andri Freyr kemur út af. Og inn á koma Patrekur Orri, væntanlega Kári Steinn Ívarsson, myndi ég halda, Spalli, Sigurpáll Melberg og hann fari ekki að koma inn á strax. Einnig fyrir út af leikmaður nr. 6, Aron Elí Sævarsson, inn á kemur leikmaður nr. 4, Bjarni Páll Linnet Já, Bjarni Páll kemur inn á. Þá fer leikmaður nr. 77 út, Hrannar Snær Magnússon og inn á kemur leikmaður nr. 23, Sigurpáll Melberg Pálsson. Það er Sigurpáll Melberg, það er Bjarni Páll Linnet og það er Patrekur Orri Guðjónsson sem að koma inn á fyrir Andra, Aron Elí og hann Hrannar fór út að líka. Já, og Hrannar. Spalli, Sigurpáll Melberg, hann auðvitað skoraði í síðasta leik úr skalla eftir hotn og hérna kemur skoti frá Ólafur Jensen. Eyjamenn blokkaði þetta enn og aftur. Arnar kominn ofalega og Bjarni Páll flikkar áfram. Þetta er allt svona stórir leikmenn sem eru að koma inn á físík í þeim. Spurning hvort að Maggi sé að leita í það en hérna eru Eyjamenn í frábæri stöðu, leggra fyrir sig og einn í gegn og staðan er 3-0 og það er skiptimaðurinn, leikmann nr. 24 Hermann Þór Ragnarsson.
Marki Það er bjóð 3-0 leikmaður fyrir Eyjamenn. 24, Hermann Þór Ragnarsson. Já, þetta er Þetta er bara þessi leikur í hnotskurn, afturhelding í einhvers konar sókn sem er, það er ekkert eitthvað mikið að frétta skilur en Eyjamenn fá færi og þeir eru bara að nýta færin ótrúlega vel og eru ógeðslega bara ákæfir og flottir. Já, þarna var eitthvað klafs á miðjunni, afturveldi konur ofalega, 2 skallar upp í loftið og Ólafur Heiðars enda með boltan bara og rúlar honum. Það er bara þeirra langbesti maður í dag, Ólafur Heiðarsson. Já, þetta var rosalega einfalt mark en þeir taka þetta vel og eru komnir í 3-0. Af hverju er þessi gæði að spila í lengjudeild, Ólafur Heiðarsson? Það er góð spurning. Það eru nokkri leikmenn í þessari deild sem að maður Fyrir að sjá að spila þeim. Hann er einn af þeim. Klálega. Ætli hann stefni ekki bara á að fara beinustu leið aftur í bestu? Jú, eða bara, klálega, annarkvort með IBVF eða með einhverju öðru liði. Núna eru Eyjamenn alveg brjálaðir út í mig hérna í útsendingunni. Nei, það er allir rólegir. Þeir eru 3-0 yfir. Já, reyndar. Já. 75 mínútur liðanar, korter eftir og staðan er því miður svakalega grá fyrir heimamenn. Eyjamenn geta komið hérna á ferðinni. Guðjón Ernir kemur hérna á hvínandi siglingu og gefur hann á Sverri Pál sem að er aðþrengdur hana. Guðjón Ernir líka verið mjög góður í dag. Já, kraftmikill. Já, lokaði mjög vel líka bara Hrannar í allan dag einhvern veginn. Kemur síðan á flegi ferð upp. Já, það er nóg eftir að tanknum verðist vera hjá öllu Eyjaliðinu. Hlaupa endalaust. Auðveldara að hlaupa þegar gengur vel. Hef ég fengið að kynnast allavega á mínum stutta íþróttaferli. Ólafur kastar þessu inn í og vinnur hornspyrnu. Já. Skalla út í horn og þeir hafa verið segir í þessum hornum í dag. Sjáum hvað gerist núna. Það er alltaf aftur að standa 2 yfir boltanum sem að mér fannst skrítið á hann en það er bara fullkomlega eðlilegt núna. Maður var vanur þessu? Nei, það er bara þegar þeir skora úr horni eftir svona dæmi. Boltinn á teginn og skalla frá en boltinn endar hann við vítapunktinn þar sem að sem betur fyrir afturlendingarmaður til að koma sér í burtu. Og gera Eyjamenn skiptingu. Já. Og það er Sverrir Páll. IBVF gerir skiptingu út af fyrir leikmann nr. 10, Sverrir Páll Hjaltestedt og inn á kemur leikmann nr. 17, Sigurður Grétar Benónísson. Það er Sigurður Grétar sem að kemur inn á fyrir Sverrir Páll og einnig fer út af Ólafur Heiðarsson, maður leiksins, Eyþór Orri Ómarsson. og Eyþór Orri kemur inn á. Framherjarnir 2 koma hérna út af, öll framlínan er farin út af Eyjamönnum og ný og fersk inn. Já, þeir eiga bara hvíldina skilið eftir flotta framistöðu, þessir strákar. Hemmi tekur ákvörðun að taka út af bara hana minn en 10 mínútur eftir. Það er 12 mínútur eftir þetta. Það er nóg eftir kallum. Já, meir en 10 mínútur eftir segja. Og Bjartur skiptur hann yfir og Sigur Páll nær þessu. Og Daninn, Ólafur Jensen. Það var nú gaman að ná einu marki.
Já, fá það sem fyrst, setja smá pressu á eigalið. Ég hef séð ótrúlegri hluti gerast en 3 mörk og 12 mínútum. Já. Og við vinnum hotn hérna, heimamenn. Ágætlega gert. Hver var þetta? Georg. Sýndist það. Kominn hátt upp. Já. Og Elmar stendur einn yfir boltanum. Og Fastur boltinn Já. á teginn. Sigurpállinn er ekki að stýra þessu á ramman. nei. Fýtt bolti svo sem. Það er kannski bara aðeins svo nálægt stönginni. Og langur frá eigamönnum. Heimamenn vinna seinni boltan. Ekkert á þetta. Nei, Segir ég dómari meina leiksins. einkastuð, þau taka það fljótt og langur bara á Arnalda. Og Bjartur. Fýtt bolti á Elmar en gera þetta svakalega vel í vörninni eigamenn. Það er að vera flottir allan leikinn. Það var einhvern veginn aldrei mist fókusinn sem að er bara eftir þetta vert. Arnór Gauti aftur með langt innkast og á nærsvæðið og skalla frá í markspinnu. Ég undra mig á því. Þetta var einhvern veginn, mér fannst þetta alltaf vera hotspinna en hvað það? Já, Bjartur Bjarmi gerir ágætlega hérna labba fram í einum og finnur Sigur Pál Melberg. Georg á Bjarna Pál Vinsinn. Fara fast í þá hérna ennþá sko eigamenn. En hérna Frábær Sigur Páll í sending. plássi. Sigur Páll skýtur og Yfir markið. fer yfir markspinna. Og þá eru 83. mínúta og staðan er 3-0 fyrir eigamönnum. Þeir voru yfir 1-0 í hálfleik og bættu síðan við 2 mörkum. Og klaufaleg sending og eigamenn eru með hann hérna í vænlegri stuðu og gefa hann inn á teginn og touch og frábælega var hjá Arnari sem betur fer. Eigamenn ætti að vera komin í 4-0 Já, ef það væri ekki fyrir Arnar. Var þetta gamla góða exið? Já, þetta var alltaf rosalega stuttu færi. Það er frábæri aksjóns að ná að setja líkamann fyrir. Elmar. Sigur Páll. Þetta er vel spilað. Afturhalding hefur alveg náð mjög góð spili inn á milli en vá, þetta hefur verið svo góð sending. Skemmtileg hugmynd. Við vorum alveg fyrir aftan þetta hjá Bjarti Bjarma Barkarsinni. Bara að tala eins meira um nafnið hans. Þetta er trilltasta nafn bara í
heiminum og þá fær hann guldspjald þegar við tölum meira nafnið hans. Triple B. Já, Big Baller Brand. Eins og Ball-fjölskyldan myndi kalla þetta. Já. Frábært vörumerki þar. Já. Og það er önnur breyting, Óliver Aftur Jensen. gerir skiptingu út af fyrir leikmann nr. 22 Fer út af. Björn Jensen og innan kemur leikmann nr. 17 Valgeir Árni Svansson. King Valgeir kemur inn á, Valgeir Árni Svansson, mikill mósullingur. Já, mikið látið til sín taka í afturöldingu gegnum árin og alltaf staðið fyrir sínu. Já, Hægt að pleysa honum einhvern veginn hvar sem er og hann skilar fínustu framistu. hann getur breytt sér í allra kvikindaleiki, hann getur verið miðjumaður eða kantmaður eða bakvörður. Ég held að hann geti leyst hafsendin líka ágætlega. Og Arnar Gauti. Já, þeir vinna hann hérna. Elmar Ekkert á þetta. dæmt, já. Samkvæmt dómaraleiksins. Hann vildi meina að Elmar hafi verið að leita snertingunni hana, hafi baðað löppin út. Eyjamenn komin um teginn. Og þá er mikið trommað. Kunni ætlar að komast inn í hausinn á þeim eitthvað. Það er Rangstað. Nei, okkar fyrrum vinur, eða okkar vinur, en fyrrum leikmaður Rasmus Kristjansen hann hlýtur nú bara að vera eitthvað meiddur, sko. Já, hann er ekki að fá að spila. Já, frábær hafsend. Þeir reynda með hörka hafsenda í BVF. Og tók geðveika vinstrifóta hafsenda, Jón Ingarsson og Rasmus. IBF gerir skiptingu út af fyrir leikmann nr. 25 Alex Freyr Hilmarsson og innan kemur leikmann nr. 11 Víðir Þorvarðarsson. Fyrirliðin kemur út af fyrir Víðir Þorvarðarsson. Sem fær bandið. Já. Loka mínúturnar. Vel gert. Víðir reynslu mikill leikmaður. Fæddur 92 og á 302 leiki á KSÍ. Og var auðvitað með Fylki hérna á árum áður. Og Stjörnunni svo eitthvað sem nefnt, en mikill Eyjamaður. Það er svona hægt aðeins á þessu núna síðustu mínútur þegar það er kannski orðið nokkuð ljóst hvernig þessi leikur mun enda. Er eitthvað að frétta á EM? Spánn Ítalía? Lof mér að sjá. Það er 0-0 í hálfleik. Óvænt, kannski. Bjókustu ekkert við mörgum í þessu eða? Ég saði fyrir leik, ég sé hann leik enda 1-0. Já. En ég var nú með alltaf að spá fyrir þennan leik líka, þannig að ég veit ekki hversu gott það er að hlusta á mig. Nei. Já, það var ekki Georg. Og hann er að flauta á hvað? Aukaspyrnu sýnist mér. Og gult spjald. Ég sá þetta ekki alveg. Það er eitthvað gest eftir að hann senda hann sennilega. Og það er þetta Viggo Valgeirsson sem er að fá gult spjald. Hann var settur bara í kælingu. Byrju, Já, nei, hann hefur komið inn á, já, kom hann inn og... of snemma. Er þetta svona handboltadæmi? Nei, þetta er þekkt úr fótboltanum og færið aðhlynningu og þarfst að bíða eftir kalli frá dómarunum. Hann tók Mbappe hérna en hann fekk blóna sér og skreið inn á í fyrsta leiknum. Já, Ha. það er það sem hann getur.
Það er klaufaleg mistök hjá Viggo. Sýndist mér að það var. En þá geta Afturelding lagt á staði sókn aftur. Georg. Fín Frábær sending. Og skotið og vel varið þarna. Stöngin og baki á hann, ekki? Já. Nema að ég sá ekki hvort hann varði þetta fyrst en allavega þetta var frábærlega gert hjá Jóni. Hann var allavega alveg út við stöng. Lokaði þessu vel markinu. Já, það er ég er ekki að segja að leikurinn eigi að vera endilega 3-3 en það er eiginlega hálf ótrúlegt að boltinn sé ekki búinn að fara inn í net eigamanna, Já, finnst mér. varnarleikurinn og markværsla mjög góð hjá eigamönnum í dag. Annað hótt. Valgeir Árni ætlar að koma þessu fyrir. Já, fínasta löpp á honum. Kemur hún fyrir á nærstöng. Frábær bolti, Patrikur. Óheppinn einhvern veginn að boltinn kemur svo hratt til hans og hann er ekki tilbúinn að stýra honum inn. Já, hann sér hann seint þarna og nær ekki að... En hann var á príma stöðu. Já, það var frábær sending og vel staðsettur, Patrikur. Það er komin að 90 á klukkuna. Sáum ekki hversu miklu að bætt við. En að öllum leikindum myndi að enda svona. Arnar Daði bara fram á við. Patrikur Orri vinnur þennan og skallar þetta bara í hlaupaleðina hérna hjá Elmari en aðeins og fast 7 mínútum bætt við á dómurunum, þeim langar ekki heim. 7 mínútur í uppbótartíma hið minnsta. Arnar Gauti gerir það mjög vel. Höfum hann í bakinu en nær að halda boltanum vel. Og Elmari á Pítur Rýtingur hérna. Georg. Valgeir reynir hérna utanfótar á Georg en gengur ekki. Já, fínt innkast. Georg leggur hann fyrir sig og út til hægri. Hvort hann með skot. Já, fyrir yfir á hægri og með skoti rétt framhjá en þetta var eina rétt í stöðinni, bara koma sér í skotfæri og reyna að hlaða af. Ætla hann að koma hann á óvart með að fara yfir á hægri en ekki vinstri. Elmar. Já, það er gott að geta gert bæði. Það hefur verið æðislegt að fá þennan inn. Aðeins til að lífga upp á þetta. Já. Afturhelding á innkastið. Bjarni. Gunnar. Elmar. Fer hann yfir. Góð bolti. Og Valgeir sem að reynda að taka hann hérna eins vel með sér á hann gat en það gekk ekki alveg upp. Arnar Gauti fær hann. Já, reynir að sjá Einhver misskilningur þarna. Já, reynir að sjá hlaupi hjá Patrik Jóra en þeir eru ekki alveg hann að samstíga kannski einkennandi kannski fyrir leikinn. Já, vandar upp á hæslumunnin. Já. Hlutinni kannski ekki að klikka á réttu tíma. Afturhelding vinna seinni boltann og vinna aukaspyrnu einnig. Valli ætlar að taka hann langan en feikar það svolítið og bara höldum áfram í stuttaspilinu. Arnar Gauti.
Og innkast sem að heimamenn eiga. Ætlum að kasta þessi inn í. Já. Gunnar hittir hann ekki þannig. Já, vel gert hjá Valgeiri út. Nei, hann ætlar að krulla hann inn. Arnór Gauti var dauðafrýr hann í utanálhlaupinu. Það myndur eftir að uppbótartíma. Aron á Sigur Pál. Skiptir sig yfir, nei, tilbaka. Brotið á Bjarti, hann ekki sáttur. Þetta brot. Já, Bjarni Páll brýtur af sér þarna og uppsker guldspjald. Það eru örfáar sekúndur eftir á þessum leik. Og jú, það er nú í lagi með hann, strákinn. Arnór Gauti auðvitað fyrrum leikmaður IBF. Já, vann bikarmeistaratitil með þeim, var það 2017? Já, gott ef ekki, ég man ekki árið alveg, en hann og Rasmus, þeir voru saman, þarna. Minni mig. Kott heimi. Frábært. Og þá er þetta búið. Þökkum Eyjamönnum fyrir áhorf og þeim afturöldingamönnum sem að treystu sér ekki í rigninguna. Já. 3-0 eru loka niðurstöður og óskum Eyjamönnum til hamingju með það. Afturhendingar og Fjölnis í leikideild karla á miðvikudaginn í næstu viku. Óska Vestmanningum góðrar ferðar heim. En ég vil líka hvetja ykkur til þess að taka ruslið sem að safnast saman og henda í ruslatunnunar. Takk fyrir komuna. You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost.